Rúnar, mikil dramatík í Kaplakrika í dag, 2-2 jafntefli niðurstaðan. Svona, það bara sanngjörn niðurstaða? Hvernig horfir þetta við þér? Ætli það ekki bara, ég meina, mér fannst við vera með ágætistök svona þangað til að Heimir gera þessa þreföldu skiptingu og hleypur nýju blóð í leikinn þeirra og þeir skora 2 frábær mörk eftir góða sóknir og það var smá sjokk fyrir okkur. Við náðum ekki að bregðast almennilega við þeim breytingum hjá honum og sett inn flinka leikmenn sem að skora 2 falleg mörk eins og ég sagði, en svo kom önnur skipting sem gerði að verkum að við urðum allt í einu fleiri og það í rauninni breytir þessu fyrir okkur. Það hefði verið mjög erfitt að sækja mark og 1 stig ef þeir hefði verið 11 inn á af því að þeir geta varist óbærslega vel og lagst niður djúpt og líkt og við vorum kannski búin að gera á einhvern köflum í leiknum en við náðum að tróða inn einu í restina og fengum Sigurjón upp í sendum hann fram í senderinn bara síðustu mínúturnar og vorum búin að plana það í vikunni og hann skilaði marki og þannig að við erum sáttir með það allavega að ná inn jöfnum markinu og við hefðum mjög hæglega getað stólið þessu með að Róbert skalla fram hjá. Myndirðu segja þá að þetta rauða spjald sem FF fékk hafi svona gefið liðinu þennan kraft til þess að jafna leikinn? Já, það gefur mönnum alltaf trú og það auðveldar okkur leiðina í að færa boltann og koma okkur hærra á völlinn og búa til fyrirgjafastöður og fylla tegin með fleiri mönnum. Þannig að það auðveldar okkur verkefni mjög vel, eða mjög mikið og við vorum hættulegir í einhver skipti og við pössuðum boltan vel og ég var ánægður með að í staðinn fyrir að negla honum bara inn í endalaust þá reyndum við að færa hann og reyndum að finna góðar stöður til að koma hann fyrir markið og það gekk eftir og svo náttúrulega þegar við erum búin að jafna þá hvað var 1:45 eða 2-3 mínútur eftir held ég og þá svona þurftum við bara að hafa balans, við vildum ekki tapa en einu fleiri þá viltu reyna að sækja sigurinn og við bjuggum hérna til eitthvað kannski 2 hættulega sóknir, fengum hornspyrnu og svo dauðafæri hjá Róbert í restina sem hefði verið sætt að stela sigri. Heimir segir í viðtali að þið hefur svona reynt að svæfa og tefja leikinn svona í fyrri hálfleik, gefur eitthvað fyrir þau ummæli? Já, ég er ekki að segja að svæfa, en við erum yfir 1-0, staðan er fín og þá þurfa menn ekkert að flýta sér að taka yngust og eitthvað svona en við erum ekki kannski Jú, vilt róa leikinn. Ég meina, við þurftum sigur og eðlilegt að við reynum bara að halda tempóinu aðeins niðri og hægja leikinn. Við erum líka að spila yfir grasvelli sem við erum mjög óvanir og Fred kallinn var búinn að biðja um skiptingu eftir 65 mínútur, þá var hann alveg búinn og það þunga lappir. Þorri var orðinn þungur og fleiri en ég leiði Fred ekkert að fara út af og ég lét hann bara hafa fyrir því og sérstaklega ef hún lendir undir þá tekur ekki besta manninn í liðinu út af. Þannig að við Nei, ég skil alveg Heimi. Við hægðum leikinn aðeins og dómarinn tók á því og við fengum 1 gult spjald fyrir vikið og svo bara höldum við áfram. Þið eru í efri hlutunum sem stendur, þurfið að treysta á Breiðablik á morgun. Hvernig treystirðu Breiðabliki? Já, ég ætla ekki að fara að treysta á eitt né neitt. Örlögin er ekki í okkar höndum, við þurfum að vona það besta. Eyjamenn eru búin gríðarlega sterkir í sumar og komið ofboðslega mörgum liðum á óvart og eru með marga flinka fótboltamenn og þú veist aldrei hvað það fær frá þeim. Þannig að við þurfum að vona það besta. Takk fyrir.